í vídeo nummer 2. Við erum ekkert að slóra hérna. Fyrsta vídeo. Þeir eru ekki núna bara, þið vitið ekki neitt. Kannski vitið eitthvað. Kannski hefur lært eitthvað. En ef þið eru að horfa á þetta og þið kunnið eitthvað, gleymið öllu sem þið eru búin að læra. Ég ætla að kenna ykkur alltaf nýtt. Betur en allir aðrir. Nei, joke. Þið kunnið örugglega ekki neitt ef þið eru hérna. Og þannig að fyrsta, svo þetta sé ekki allt bara ógeðslega rugglingslegt fyrir ykkur. Fyrsta sem ég ætla að kenna ykkur eru bara þessi kerti. Leið mér að sýna ykkur. Þessi hérna kerti sem þið sjáðu alltaf á tjartinu hjá mér. Þetta kalla ég kerti. Eitt svona, eitt kerti. Ég hef með þetta blátt og svart. Þið hafið örugglega oft að sé þetta svona grænt og rautt. Ég skal bara hafa þetta þannig fyrir ykkur, svo þetta sé einfaldara. Þetta eru kerti, þetta er það sem ég sjáu fyrst þegar ég komið inn á þetta litla forrit sem heitir TradingView. Hvað er kerti? Svo sýn ykkur. Kerti virka svona. Svona. Búm. Búm. Þau líta ekki alltaf svona ógeðslega fallega út eins og ég er að teikna þau hérna. En oftast eru þau svona. Ok. 2 sekúndur liðir. Mjög basic. Bearish kerti. Bullish kerti. Stay with me. Hvað er það? Hvað er bearish og hvað er bullish? Nú takk ég þessa hérna, gömlu góðu, notebook. Glósið þetta. Bearish. Down trend. Bullish. Bullish, grænt, upp. Bearish, niður, down. Verið búin að glósa þetta, ég mun ekki alltaf hafa allt á skjánum minna, sko. Ok, hvernig verða þessi kerti til? Ég skal segja eitthvað. Ok. Sjá. Ég er núna á 1 minute timeframeinu. 1 mínúta. Þannig að eitt kerti er 1 mínúta. Mikið rétt. Eitt svona kerti er 1 mínúta. Og hvað er ég að meina með að segja eitt kerti sé 1 mínúta? Já. Þegar við erum með bullish kerti, sem eru grænu kertin. Þegar þessi mínúta byrjar, þá opnaði hér. What? Opnaði hér. Opnaði hérna. Niðri. Og þau loka hér. Uppi. Og þessi hérna græni kassi, bara sem að kertið er hérna, það kallast body. Hvernig er best að gera þetta? Svona. Seinna kassi. Body. Ok, þetta er body hérna. Það er ekki svo stórt, sko. Þessi hérna. Þessar línur hérna, sem núna er þetta bara flókið. Það er akkurat það sem ég ætla ekki að hafa þetta. Þessar línur hérna, þessi strik hérna, þetta, þetta hérna
og þetta hérna. Þetta kallast wick. Eða wicks. Nei, wicks. Og hvað eru þau? Ok. Þegar kerti í gangi. Það 1 mínúta. Þá byrja það bara svona. Sem byrjar þessi 1 mínúta. Og við kannski förum upp. Ég vil hafa þetta grænt. Byrjum að fara upp á þessari 1 mínútu. Og sem byrjum að fara niður. Aftur. Það er alveg hægt. En við byrjum á að fara þessu upp. Og þaðan kemur þetta hérna. Þetta hérna strik merkir hæsta punktinn sem þetta fór á áður en kertið lokaði hér eftir að þessi 1 mínúta var búin. Alveg eins hérna niðri. Þetta getur farið hérna. Niður. Og þá verður þetta væntanlega rautt. Þegar þetta komið fyrir neðan þar sem kertið opnaði hérna niðri. Þegar þetta komið fyrir neðan það, þá var þetta væntanlega orðið svona. Þá var þetta að fara niður og þá verður strikið lengra svona. Síðan lokar þetta svona, þá verður þetta rautt. Segjum að þetta sé að fara og kemur síðan aftur upp. Aftur upp og lokar hér. Fáum línuna hér. Og þessi lína verður svona. Þetta er flókið, ég veit það, en þið sjáu þegar þið farið í alvöru markaðinn, þá getið þið skoðað þetta. Þið getið skoðað þessa mismunandi time frame, þessa mismunandi tíma og séð svona betur, þú veist, hvernig kertin eru, hvernig þau myndast. Farið þið bara á TradingView og horfið þið bara á. Komið þið bara svona með markaðnum. Það er svona 3 mínútur. Horfið þið bara á þetta. Horfið þið bara á kertin myndast. Bara þegar þau eru að fara upp, þegar það kemur niður, síðan lokast það. Sjáu þið hvernig það gerist. Ok. Það er homework of the day. Farið á TradingView. Kíkið hvernig kertin eru, hvernig þau myndast. Af hverju þau opna þarna, loka þarna, komið sér wick, hvernig bodyið verður til. Homework of the day. Þetta verður allt fyrir vídeó í dag. Ef það er eitthvað sem ég skilji ekki, ef það var eitthvað óskýrt, sem ég vona var ekki, þetta er náttúrulega bara fyrsta vídeóið. One take. Setja það í comments. Ég svara ykkur, sendið mér á TikTok, á Instagram, whatever, ég mun svara ykkur ef þið eru með eitthvað spurningar. Ef hún var að klára vídeóið. Top G, maður. W attention span. Það er nákvæmlega sem við þurfum í þessum playlista. Þannig að come on. Let's make some, nei. Let's get this education going.